Nýja skáldsaga mín Leitin að engli dauðans er komin út. Nánari upplýsingar á Jóhann Fönix á Facebook eða www.góðarbækur.is. Þetta er Kolgrímur Ronald. Kolgrímur býr í veröld sem er hulin hinu venjulega samfélagi manna. Hann býr fyrir utan samfélagið, hann er utangarðsmaður, útskúfaður. Kolgrímur er róni. Harður heimur og enn harðara líferni hefur hert Kolgrím til þess að undirbúa hann undir tilveru sem nær engin önnur lifandi manneskja gæti þolað. Líf hans og tilvera snýst einn hlut og aðeins einn hlut. Áfengi. Djöfull langar mig í messuvín. Og það er þar sem ég kem við sögu. Já, hann fröknir! Gaman! Veistu hvað ég fann? Veistu hvað ég fann hana áðan? Veistu hvað ég fann hana áðan? Nei, hvað það er ógeðslega fallegt. Ok. Þetta er svona Þetta er sígarettustubbur. Alveg rétt. Þetta er nefnilega sígarettustubbur. Og hvað ætlar að gera við hann? Ég veit það ekki, þetta er bara sígarettustubbur. Já, heyrðu, ég var að hugsa að fara að halda áfram. Það var gaman að Ég glemdi að minnast á eitt. Já. Sko, ég er eiginlega búinn að vera sko hálf edrú síðastliðnu hálftíman. Ég meina ég er alveg að verða edrú. Ok. Það er vandamál. Og? Ég hafði það mikið vandamál og ég var að finna hvort að þú sett með áfengi. Ég? Sorry. Já, þú veist, ég var svo fullur helgina, ég kláraði það allt maður. Ég var ekkert áfengi eftir. Áttu ekki einu sinni kökudrópa? Jú, reyndar, ég var ekki svona að baka. Ég á fullt af kökudrópum, en... Æðislegt. Þá var það samkomulag komið. Ég klappaði klárt. Ok, fæn. Takk. Komdu með mér. Já, ég ákvað að bjóða hérna honum Kolgrími Ronald, félaga mínum í heimsókn og hann langaði endilega að kynna mér fyrir einhver sem hann fílar ógeðslega mikið sem eru kökudrópar. Hvað, skellum þessu bara í okkur eða? Sko, yfirleitt að þá drekk ég þetta bara beint, en af því að ég veit að þú ert yfirleitt svona meira fyrir að blanda alveg og þá var það sem við erum að gera. Okay. Ég er að koma með rúgbrauð. Bara rúgbrauð? Þetta eru möndludrópar actually og hérna eru kartöfludrópar og hérna eru vanildrópar og lyktin af þessu er actually mjög góð. Ég gæti vel hugsað mér að nota fyrir ilmvatn jafnvel. Þessi eru áberandi sterkari samt en hinir. Ég nota möndludrópa mjög oft sem ilmvatn. Þú veist, þegar ég kemst ekki alltaf í sturtu. Já, svo virðist vera. Þannig. En ok, af hverju er rúgbrauðið? Hvað, hellum við bara veist hvað, Sko, það er glas og rúgbrauð. Glas og rúgbrauð. Og þú rúgbrauðið svona og svo kemur með nei, ekki þetta. Var það ekki með möndludrópa? Jú. Setjum möndludrópana yfir rúgbrauðið. Ok, sýndu mér. Það er ekki að opna það fyrst. Ég held að það sé betra. Ég get lánað þér, ok. Ok, bara eina sneið væntanlega samt. Já, það er sneiðara. Eina sneið. Ok. Og hvað, voru það síðan möndludróparnir? Já. Og hvað ger ég? Helli ég þess að bara yfir þetta? Já, þú hellir. Það er sem er gert. Ok. Ok.
Aftur gott að ég sé með handklæði undir. Vá, já, þetta... Náttúrulega hellir þessu svolítið varlega til þess að... Ég meina, ég veit ég með handklæði undir en ég átti vond að myndi bara að droppa í gegn, sko, en... kannski ég reyni aðeins meira. Varlega, ok. Ok. Heldur að ég þurfi meira eða heldur þetta sé ekki komið gott? Þetta er örugglega nóg, sko. Ok. Og, jæja, hvað næst? Vá, ég hefði ekki átt að gera þetta. Svo er það... Maður ekki að blanda eitthvað. Blanda... Nei, ef ekki að smakka þetta? Jú, það er góðið mér, sko. Sko, maður gerir sem sagt... Maður ekki bara henda þetta í tvennt. Já, ok. Fáum við hvort sinn helminginn. Já. Ok, þetta er mjög óaðlaðandi en... Þetta er ekki sem verst. Alls ekki sem verst. Jú, þetta er farið að verða mjög vont. Vont eftirbragð. Yfirleitt er langbest að drekka krökudropa þegar undir áhrifum áfengis. Já, þú orðið nú edrú fyrir þetta. Já. Kameramaðurinn heldur á fyrir nefið, er við vond lykt af þessu eða? Veistu, ég held að þetta var ekki góð hugmynd, þetta er ekki alveg... Ég hef gett marga aðstæðanlega hluti í kemur og þetta er með því versta. Eða átt maður kannski að drekka úr glasinu, var það málið? Ég ætla ekki að gera það. Heyrðu, við skulum bara sitta þér hans og skapa hérna. Ok, þetta... Kannski áttum að láta bíða, I don't know. Það er mögulegt, ég kann ekki að gera svona þegar ég er edrú. Já, ok, við reynum eitthvað annað eftir smá stund. Já, þetta var alveg tussu ógeðslegt sko, ég vil aldrei gera þetta aftur. En ertu með einhverja aðra pælingu um hvernig maður getur drukkið til að missa kardimámudropa? Já, ég hef með eina mjög góða hugmyndu. Ó, guð. Sem, þú veist, þetta, sko, þegar ríkið er lokað, á það má stundum að redda sér. Það sem maður gerir er að maður fer út í búð, getur verið að Havíkup eða Pónus eða hver anskotar sem það er. Maður kaupir sér bara, þú veist, léttbjór. Já. Sem, þú veist, er bara 0,5% ekkert áfengi í þessu, það er svona þetta selt. Og maður setur svona kardimámudropa í, þannig að hann verði áfengur. Jaha. Þannig að maður getur keypt bæði svona og svona út í búð. Bara í einni búðarstærði, já? Samt er fólk ennþá, þú veist, að rífast það hvort þetta selja áfengi í búðum ekki þegar þetta þegar að gera það. Reyndar er ekki það heimskuleg rök. Já, líka, ég veit að ég ætti að vera með hárið í teygju, en sorry, ég er bara alltof þunnur til að nenna því. Já. Ok, hvernig er hann svona Carlsberg léttbjór? Viðbjóður. Já, ég skil að það er alveg áfengi í þetta og ég kolfi svona í þetta. Ok. Ég meina, Fólk skulle drekka þetta. léttbjórinn getur ekkert versnað, sko. Eða ég hef að það, eða ekki, kannski ég held ég þurrki aðeins ofan á dósinni samt af því að nú er bara svona lag af spritti ofan á henni. Og jæja. Og hvað segirðu, þetta drekka rónarnir svona til að redda sér þegar þeir komast í ríkið? Já, það er svona ef ríkið er lokað eða hvað nú er. Eða ef við erum hent út úr ríkinu. Hvað, lendur við í því stundum? Það gerist. Ok, pröfum þetta. Lyktin er mjög fengi. Þetta er eins og ógeðslega, ég myndi einhverja slottsbjór væri bara 10% eða eitthvað, þetta er fáránlegt. Wow, shit. Það getur nú ekki varla verið það slæmt. Þetta er ekki það slæmt, þetta er bara svo fucking, þetta er svo geðveik sterkur bjór, þetta er svo, minnir mig á Garún eða eitthvað. Nema ekki nær ég haf gott á bragðið. Já. Hvað, gaman að vera edrú?
Þetta var ok, sko. En maður vill frekar fá alvöru bjór, er það ekki? Já, maður vill líka frekar vera, þú veist, ekki edrú þegar maður drekka þetta. Allir það ekki. Þetta er alveg gott, sko. Ég hugsa að maður verður bara hellaður af einum svona, sko. Þetta er alveg út úr kú, sko. Shit, maður. Já, þetta, þú veist, eins og getur fundið fyrir bragðinu og... Eins og getur fundið fyrir bragðinu að þá er þetta alveg, þú veist, það virkar alveg. Einmitt. Herðu, við komum aftur eftir augnablik. Það er að þú veist, ég vil minna. Já. Ég er með hugmynd fyrir uppskrift af sítrónu, við viljum nota sítrónudropana í. Og þetta er ekki dálítið sem ég pínu spenntur fyrir. Það er til einhver uppskrift í Þýskalandi. Það sem að þú ert með, að sjá, kók og malt og blandar því saman og drekkur. Þetta er eitthvað svona fyrir börn, óáfengt sko. Það heitir, það er eitthvað nafn yfir þetta. Ég man ekki alveg hvað það er samt. Ég veit hvað nafn er sem heitir þetta. Hvað? Viðbjóður. Nema það að, eins og ég hef þetta út í Þýskalandi þá þarftu líka að bæta við smá sítrónusafa, bara svona kreistri sítrónu. En ég hugsa, hví ekki bara að hafa sítrónudropa og gera þetta áfengum drykk. Þannig að, ég tek þetta hauskópuglasi mitt og þetta á að vera 50-50 bland af maltöli. Já, svona, reynum að láta fleira ekki á mikið. Ok. Síðan setjum við hérna kók. Þetta er actually tussu gott. Ég hugsa að ég fá mér þetta einhvern tímann bara því ég er alveg ekkert eftir það en kók og malt er mjög gott saman, viltu smaka? Já. Og síðan til að gera þetta áfengum drykk, sítrónudropar. Ok, ég veit ekki hvað það var á. Ég notaði næstum alla flöskuna og nú er þetta alltaf, vá hvað þetta lítur ógeðslega út samt. Ég held ég að nota alltaf mikið af sítrónudropum. Mjög sterk sítrónulykt af þessu núna. Þetta er ekki mjög gott á litin, þetta er veist góð sítrónulykt, en nú er bara spurning hvernig mun þetta bragðast. Ég veit ekki, ég finnst eins og það ég þyrfti að hræra eitthvað í þessu sem ég... Þú byrjar. Já. Já, eitthvað, sítrónudroparnir leirast, þeir eru efst. What? What? Það er svona eins og lag af sítrónudropum sýnist mér. Mælum með því að þú hristu til í þessu og svona... Þetta er almennt sér. Bara þannig að, þú veist... þetta fari út allt þannig í drykkunum. Vá! Þetta er fucking gott! Nema... Ég held samt þú þurfir að drekka þetta með röri frekar en að því að mér sýnist að vera miklu meira kart af dropum efst, býtu. Þetta lukkar fucking weird, en... En þetta er ekki frekar gott, nema ég mæli með að nota kannski bara hálfa svona flösku, ekki nota 2/3 eins og ég gerði. En þetta kemur á óvart, smakka þetta kallinn, þetta er eitthvað fyrir þig sko. Núna getur þú loksins rónast til fulls bara með þínum dropum sko. Þetta er það sem droparnir voru fundnir upp fyrir. Nákvæmlega. Róna approved. Mjög Róna approved. Gott. Nákvæmlega. Þetta ok. Ég er Jóhann Phoenix og þetta var örugglega eitt skrítnasta áfengismyndband sem ég nokkuð tíðan gert og já, þá held ég sé ekkert á næstöðunni en að bara afsakið. Má ég henda rúgbrauðinum að myndavélinni?
Bara ef þú þrífur eftir þig. Please ekki henda rúgbrauði hérna inni. En ok, takk hérlega fyrir að horfa og like and subscribe. Hvað varstu að ljúga annan á hann og sagði að það væri ekki neitt áfengi? Já, ég ruglaðist, ég hélt ég hefði klárað það. Frábært, ég á áfengi, já, við erum í góðum málum.